Hér erum við að fullstytta algebrubrot eða já, og við vitum að ef við ætlum að fullstytta brot að þá þurfum við að geta þáttað teljara og nefnara, það þurfa að vera sameiginlegir þættir bæði teljara og nefnara og við skulum þá þátta brotið 15 mínus 5 deilt með 8 mínus 3 sem í A-lið. Við sjáum við getum tekið 5 út fyrir sviga fyrir ofanstrik og fáum þá 5, nei ekki 5 heldur 5 gengur 3 svar upp í 15 mínus og 5, ef við tökum 5 út fyrir sviga úr 5a þá verður bara a eftir og við erum með a mínus 3 fyrir neðanstrik. Nú verðist í ljót bara að ekkert vera hægt að gera hér vegna þess að við erum með, fyrir neðanstrik erum við a mínus 3 en fyrir ofanstrik erum við 3 mínus a. Þetta ekki eins, þess vegna getum við ekki stytt þetta út, en ef við notum hérna trikk sem að mikið notað, þá getum við, ef við erum til dæmis með svigan, tökum dæmi, ef við erum með svigan a mínus b, þá getum við tekið, ef við tökum mínus 1 út fyrir sviga, að þá fáum við mínus b mínus a. Það breytar sem sagt með því að taka mínus út fyrir sviga, að þá breytir formerkið á b. Það er kannski rétt að sýna þetta aðeins betur. Við erum hérna með sem sagt a mínus b og ég ætla að taka mínus út fyrir sviga. Þá breytar sem sagt formerkin á því sem inn í sviganum pluss a sem hérna vinstra megin verður mínus a hægra megin. Því ég er búin að breyta formerkinu, það breytist þegar ég tek mínus út fyrir sviga og mínus b þarna verður pluss b. En þegar þetta er svona, þá getum við náttúrulega skrifa þetta þannig að b koma á undan, fáum þá bara b mínus a. Og þetta lítur svona fallegar út. Við getum þá að hugsa okkur það að þegar við tökum mínus út fyrir sviga og breytast formerkin inn í sviganum og ef við erum með sviga sem er a mínus b, mínus á millitalan í sviganum, þá víxlast þær þegar við tökum mínus út fyrir sviga. Þannig að a mínus b er þá sama og mínus b mínus a. Þá víxlast a og b. Nú ef við beitum þessu triksi á dæmi sem við vorum með hérna áðan, að ef við tökum til dæmis bara mínus út fyrir sviga fyrir neðanstrik, þá fáum við hérna 3 mínus a og við erum með 5 sinnum 3 mínus a fyrir ofanstrik og þá sjáum við að 3 mínus a styttist út. Og 3 mínus a, það gengur þá einu sinni upp í 3 mínus a og við fáum 5 á móti mínus 1 sem er náttúrulega mínus, sama á mínus 5. Þannig að hér beittum við því triksi að taka mínus út fyrir sviga til þess að víxla mismununum sem er inn í sviganum. Skulum sjá hvort að þetta triks gengur líka í B-lið. Við skulum sjá, hér erum við með a í öðru mínus 4 og það ættu nú flestir að sjá orðið að a mínus 4, við vitum að 4 er 2 í öðru, þannig að þetta er svona nokkuð augljóslega samokkaregla, þannig að við fáum það hérna a pluss 2, sinnum a mínus 2 og ef við tökum síðan 3 út fyrir sviga fyrir neðanstrik, þá fáum við 2 mínus a fyrir neðanstrik. Nú við notum bara sama triks og áðan, getum til dæmis bara tekið efri hérna a mínus 2 og tekið mínus út fyrir sviga þar, þá tökum við bara mínus hérna framfyrir og erum þá með a pluss 2 sinnum 2 mínus a. Nú búin að víxla inn í sviganum a mínus 2 með því að taka mínus 1, þá víxlast það sem er inn í sviganum og verður 2 mínus a í staðinn og fyrir neðanstrik vorum við með 3 sinnum
svögan 2 mínus a. Nú getum við stytt svögan 2 mínus a í burtu og erum þá með mínus a plus 2 deilt með 3 sem að miklu skemmtilega að skrifa bara svona. Það var bara mínus fyrir framan brotastrikið. Þá var þetta búið.